á árlegu sumarmóti Hvítasunnumanna á Akureyri og njóta eflaust veður, blíðu og yndislegra samveru þar. Við ætlum að njóta dagsins hér í dag, samverunar hvert við annað en ekki síst samfélagsins við Drottin. Við ætlum að lofa hann og tigna og svo ætlum við að heyra yndislegt orð frá Dögg Harðardóttur. Jesú nafnum allir alda, una veitir drottins jörð. Á því tímans könni vinnur, endra ljós á vorri jörð. Jesú nafn með undra afli, allar sálir dreigir þær. Inn að drottins ásta hjarta, lugnar himni nær. Jesú nafn skal hæra, hljóma yfir vorri jörð. Jesú nafn og ekkert annað, efli drottins litlu hjörð. Rekur burtu hatrið blinda, veldum sálum veitir frið. Gefur frið og þrótt að stríða, þeim elskar réttlæti. Nafnið Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei hvín. Jesú nafn með ljúfum ljóma, líkt og morgunstjarnan skær. Yfir veginn villu gjarna, vonar björtum geislum slær. Og sólin aldrei framar, iljar vora köldu jörð. Jesú nafnum allir alda, alsæl tignar drottins hjörð. Nafnið Jesús ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei hvín. Mig langar að gera svolítið sem hann Vörður gerir stundum og það að endurtaka síðasta erindi. Og mér langar bara svo að við syngjum síðasta erindið, bara virkilega og einbeitum okkur að því að leyfa þessum orðum að síast inn í anda okkar. Þetta svo stórkostleg játning og áminning það að þó að himinn og jörð líði undir lok, þó að allt annar bregðist, að þá nafn Jesú það sem við getum treyst á aldir alda. Sama þó allt annar bregðist í lífinu, sama þó að okkur finnist ekkert ganga upp, að þá bregst hann ekki. Og þá það nafnið hans sem að varir og orðið hans sem varir. En við syngja síðasta erindið saman. Jesú nafn með ljúfum ljóma. Amen. Jesú nafn með ljúfum ljóma, líkt og morgunstjarnan skær. Yfir veginn villu gjarna, vonar björtum geislum slær. Og sólin aldrei framar, iljar vora köldu jörð. Jesú nafnum allir alda, alsæl tignar drottins hjörð. Nafnið Jesús ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei hvín. Nafnið Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei hvín. Amen. Takk Jesús.
meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig, já ég vil heyra þig á meðan ég lifi og hvers sem liggur leið vil ég fylgja þér á meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig á meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig og ég vil heyra þig á meðan ég lifi og hvers sem liggur leið vil ég fylgja þér á meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig á meðan hjartað slær. Á meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig, Jesús, á meðan heyra þig, á meðan ég lifi, á meðan ég lifi og hvers sem liggur leið vil ég fylgja þér á meðan hjartað slær. Vil ég lofa þig. Halleluja. Þakka þér Drottinn fyrir þennan dag sem þú hefur gefið okkur. Ég þakka þér fyrir það að við máttum líta dagsins ljós í dag. Við máttum vakna til nýs dags og gleðjast yfir þér og takast á við verkefni dagsins með þér, Drottinn. Takk fyrir þau forréttindi að fá að þjóna þér, fá að tilheyra þér og fá að vera hér saman komin í húsi þínu til að lofa þig og tigna í dag, Drottinn. Gefðu okkur náð til þess að bara vera meðvitið öll þau forréttindi og allt það góða sem þú hefur gefið okkur, allar gjafir þínar, allar blessanir þínar, allt það sem að þú hefur blessað okkur með og vilt að við notum fyrir þig, Drottinn. Opnaðu augu okkar, Faður. Ég bið þig sérstaklega að opna augu þeirra hér í dag sem að finnst þeir eftir vill ekki hafa neitt fram að færa eða ekkert að gefa, Drottinn. Ég bara kem gegn þeirri lygi í lífi þeirra sem hugsanlega á þeim stað í dag og ég bara tala líf og ég tala nýja von og nýja drauma inn í hjarta þessa fólks, Drottinn. Viltu opna augu þeirra fyrir því hvað þú hefur lagt niður í líf þeirra, Drottinn, og hvaða gjafir þú vilt nota og hvaða hæfileika þú vilt nota. Af því að þú hefur áætlun fyrir hvern og einn, Drottinn, fyrirætlanir, líf með þér. Halleluja, Drottinn. Opnaðu augu okkar fyrir því, elsku Faðir. Halleluja. Sara. Góðan dag, gaman að sjá okkur og gott að vera hér í dag. Við langar til að lesa fyrir ykkur fyrsta sálm, fyrsta Davíðssálm. Sæll sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli Drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré gróður sett hjá rennandi lækjum, ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega,
heldur sem sáðum vindur feykir. Þess vegna munu hinir óguðlegu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að Drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í veglausu. Amen. Komið sæl, mér var falið að biðja fyrir bænarefnunum. Eins og þið vitið þá getur lífið okkar breyst á svipstundu og þannig var það með mannin sem fór út á mótorhjólinu sínu í gær, maður 30, 4 barna faðir á konu. Hann misti stjórn á hjólinu, hann hálsbrotnaði og liggur í öndunarvél á Landspítalanum núna og hann sagður lamaður frá hálsi. En hann á að fara í aðgerð núna klukkan 12 og við skulum biðja fyrir því. Við vitum að við eigum mikinn máttugan Guð. Þessi maður tengdur honum Ámunda málaravin okkar og við skulum biðja Guð að stýra höndum læknanna. Við skulum biðja fyrir lífi þessa manns. Hann á lífi, við getum þakkað fyrir það, en við skulum líka biðja fyrir fjölskyldunans og svo biðjum við fyrir öllum innsendum bænarefnum. Það er neyð víða, margir sem biðja lækningu og lausn í fjármálum og öllu mögulegu, hjónabandserfileikum og það svo margt. En Guð megnugur. Við höfum fengið að reyna það öll og mér langar bara til þess að biðja ykkur að standa á fætur og við skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert kletturinn sem við stöndum á. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú komst í þennan heim til þess að deyja fyrir synduga menn. Þú hefur læknað, þú hefur leyst og ég þakka þér fyrir að við öll fengið að reyna hvernig þú hefur komið inn í líf okkar og hjálpað, þó svo að það hafi stundum reynt á og þó að það hafi gefið á bátinn, þá hefur alltaf verið með okkur. Og nú bið ég Drottinn fyrir öllum þeim sem eru að biðja þig lækningu og lausn. Ég biði Drottinn að þú réttir út höndina og þú leysir vanda þeirra, þú gefir þeim lækningu sem að leita lækningar, þú gefir þeim lausn í fjármál sem í vandræðum þar, þú gefir friðin í hjónabönd, þú gefir sættir inn í samskipti. Drottinn, hvað það atvinnuleysi, ég bið Jesús að þú leysir þessi mál. Og nú vil ég sérstaklega biðja fyrir þessum unga manni sem liggur í öndunarvél og á leiðin í aðgerð. Drottinn, ég þakka þér fyrir að hann á lífi og ég bið Jesús að þú stýrir höndum læknanna og hjúkrunarfræðingarna og þeirra sem koma til með að sinna honum. Viltu gefa Drottinn minn að þeim takist að læknan, þeim takist Drottinn minn að koma mætti í líkamanns þannig að hann megi fá að ganga á nýjan leik. Umfram allt Drottinn þá bið ég þig að frelsa hann, viltu gefa honum trú á þig. Ég bið Jesús að þú þyrmir lífi hans og ég bið fyrir fjölskyldunans líka. Viltu gefa konunans huggun og þinn frið og börnunum hans og foreldrum og öllum sem í kringum hann eru. Ég bið góði Guð að þú leifir okkur að heyra vitnisburðin af því hvernig þú gerðir kraftaverk. Og svo biðið þið Drottinn fyrir samkomun okkar áframhaldandi, vertu velkomin að vinna þitt verk hér í dag. Við þráum að dvelja í nærverðinni, við þráum bara Jesús að fá að finna þig og sjá þig starfa í Jesú nafni. Amen. Mér var falið að biðja samkomuþjónana að gera sig klára fyrir fórn og svo kom hér ágætt tillaga á pallinum. Við höldum áfram að taka fórn þangað til 200.000 hafa komið í baukinn. En við erum að sjálfsögðu að reka þessa kirkju, við erum ekki ríkistyrt eins og þið vitið og það alls konar viðhald sem þarf að sinna, þannig ég bið ykkur að taka vel undir og það posi aftast fyrir ykkur sem eruð ekki með lausa fjármuni, en við höldum áfram að lofa Guð. Já, kotmótið, það styttist í það og hluti af kotmótun hið frábæra barnamót. Og barnamótið ber yfirskriftina Hermenn Guðs í ár. Og ég held að ykkur hafi fengið þetta blað þegar þið komið inn á það. Ef ekki, þá getið þið nálgast þetta hjá okkur bara á eftir. Þetta sem sagt upplýsingur og auglýsing barnamótið. Og ég bara hvet ykkur sem að eigið börn eða barnabörn eða eitthvað barn sem ykkur langar að sjá á barnamóti, að endilega að taka það með ykkur, bjóða með á kotmótið. Margir hafa gert það, taka börn með sér, þó þess ekki þeirra eigin börn, að þá bjóða þið kannski frændum eða frænkum eða barnabörnum. Og þetta til ómældra blessunar og við höfum séð
marga sem að hafa svo bara komist til trúar og ganga með Guði vegna þess að einhver bauð þeim á barnamót. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða það mál. Og það er ekki mörg börn hérna í dag, þau eru reyndar bara mjög fá, en þeir eru ekki með krakkakirkjuna svona yfir sumatíman, en við vorum að spá í samt að taka eitt krakkalag, líka bara svona til þess að aðeins að láta okkur, hreyfa okkur pínu lítið, okkur veitir ekkert af því, okkur fullorðna fólkinu, þannig að þið börn sem eru hérna, Tryggvi og allir hinni krakkarnir og börnin í salnum og fullorðni, við skulum standa upp og taka eitt krakkalag. Davíð var lítill drengur, á drottins vegum hann gekk. Hann fór til að fella risa og 5 litla steina hann fékk. Einn lítinn stein í slönguna lét og slangan fór hring eftir hring. Einn lítinn stein í slönguna lét og slangan fór hring eftir hring. Hring eftir hring og hring eftir hring og hring eftir hring eftir hring. Upp hendist hann og hæfði þennan risamann. Hátt í loftið hendist hann og hæfði þennan risamann. Fullorðna fólki stóð sig miklu betur heldur en þessi örfáu börn sem eru hér. Ég vona að þau verði dálítið hressari á barnamótinu. En flott hjá ykkur, við erum alveg með þetta. Við þurfum að sýna börnunum, vera gott fordæmi í því að geta vera ekki svo bundin að við getum ekki staðið upp og gert hreyfingarnar og sungið barnalegin. Því við erum að varðveita barnið í hjarta okkar líka, er það ekki? Takk okkur ekki allt of hátíðlega. En við skulum halda áfram að lofa Drottinn og gleyma sjálfum okkur stund. Næsta lag er gamalt og gott og fjallar það að stundum þurfum við bara að gleyma sjálfum okkur. Öllu því sem við erum að dröslast með, hafa áhyggjur af, hugsa áhyggjudagana. Þær geta stundum kæft það sem Guð vill gera í líf okkar. Þannig að nú skulum við bara taka ákvörðun að gleyma sjálfum okkur stund og lyfta honum upp og lofa hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum nafnið hans. Lofum hann, Drottinn vorn og Guð. Hann lét negla sjálfan sig á krossinn fyrir mig, ég elska hann. Hann lét negla sjálfan sig á krossinn fyrir mig, ég elska hann. Hann lét negla sjálfan sig á krossinn fyrir mig, ég elska nafnið hans. Elska hann, Drottinn minn og Guð. Já, þú lést negla sjálfan þig á krossinn fyrir mig, ég elska þig. Þú lést negla sjálfan þig á krossinn fyrir mig, ég elska þig. Þú lést negla sjálfan þig á krossinn fyrir mig, ég elska nafnið þig. Jesús elska þig, Drottinn minn og
gleymum sjálfum oss. Já, gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum nafnið hans. Lofum hann, Drottinn vor Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð fá lýst, flæðir inn í mína sál. Nú andið þinn fyllir huga minn, frið ég finn í nánast þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð fá lýst, flæðir inn í mína sál. Nú andið þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig. Jesú, sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Láttu regn heilags anda, láttu regn heilags anda falla á mig.
syngja lofsöng ég vil, syngja lofsöng að eilífu, já ég vil syngja lofsöng ég vil, syngja lofsöng ég vil, syngja lofsöng að eilífu. Meiri kærleik, meiri kraft, meira þér í lífi, meiri kærleik, meiri kærleik, meiri kraft, meira þér í lífi, af öllu hjarta tilbið ég þig, af öllum huga tilbið ég þig, af öllum mætti tilbið ég þig, því þú ert minn Guð, Jesús, því þú ert minn Guð. Meiri kærleik, meiri kraft, meira þér í lífi, meiri kærleik, meiri kærleik, meiri kraft, já meira þér í lífi, af öllu hjarta tilbið ég þig, af öllum huga tilbið ég þig, af öllum mætti tilbið ég þig, því þú ert minn Guð, Jesús, þú ert minn Guð, já þú ert minn Guð, því þú ert minn Guð, drottinn minn og Guð, já þú ert minn Guð, og ég elska þig Jesús, því þú ert minn Guð, enginn annar drottinn, nei þú ert minn Guð, nafn þitt öllu nöfnum æra, já þú ert minn Guð, minn drottinn og minn Guð, já þú ert minn Guð, nafn þitt Jesús, nafn þitt Jesús, þú ert minn Guð, öllum nöfnum æra, þú ert minn Guð. Halleluja, Jesus. Amen. Þið sem eruð heima að horfa á samkomuna, ég veit að þið hljótið að hafa fundið fyrir nærveru heilags anda eins og við hér í salnum, því að heilagur andi, hann er þráðlaus, hann þarf engar snúrur og það er svo frábært að geta hort á samkomu frá Fíladelfíu á philadelphia.is og fundið fyrir nærveru heilags anda. En komið í kirkjuna næsta sunnudag, þið sem mögulega getið klukkan 11 og þið sem eruð í salnum, þið eru forréttinda hópur. Við sungum hérna áðan lag, hann Davíð var lítill drengur og þessi Davíð, hann átti son sem hét Salomon
Og einu sinni kom Guð til Salómons nótt, vitraðist honum í draumi og sagði við hann, biðdu mig hvað sem segðu mér hvað hjarta þitt þráir, segðu mér hvað þú vilt að ég veiti þér. Og Salómon, hann bað Guð visku til þess að geta stjórnað. Hann var ungur á árum og honum hafði verið falið það verkefni að stýra heilli þjóð og hann fann til vanmáttar síns. Og Guð veitt honum það sem hann bað og það sagt að Salómon hafi verið vitrasti maður sem uppi hefur verið og Salómon skrifaði meðal annars orðskviðina. En það ekki nóg að vera vitur ef maður sofnar á verðinum þegar árin færast yfir. Og það var það sem henti Salómon. Með árunum þá var Salómon kærulaus. Salómon átti margar útlendar konur sem Guð hafði varaðan við að taka sér fyrir konur. Guð hafði talað, en þegar Salómon var eldri, þá af einhverju ástæðu fannst honum óþarfi að hlýða. Og þessar konur, þær leiddu Salómon burt frá hreinni tryggð við Guð. Og Guð kunni ekki að meta það. Jesús sagði, vertu trúr allt til dauða. Fyrir það bil 10 árum þá var frétt á RÚV konu fiðluleikara sem var að fara út úr lest með hljóðfæri sitt með sér og einhverja hluta vegna þá klemmdist fiðlan hennar í dyrunum, lestardyrunum þegar dyrnar lokuðust. En konan sem elskaði hljóðfæri sitt, fiðlan var lífið hennar og hún gat ekki hugsa sér að lifa án hennar. Hún sleppti ekki takinu á fiðlunni og lestin ók af stað. Og lestin ók þó nokkurt spöl áður en það uppgötvaðist að það héngi kona föst við fiðluna sína í dyrunum. Hún fótbrotnaði og hún slasaðist talsvert en fiðlunni sleppti hún ekki vegna þess að fiðlan var líf hennar. Og ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þessa frétt, mætti trú mín á Jesú vera svona. Á hverju sem gengur, þá sleppi honum ekki. Rétt eins og Jakob Ísaksson þegar hann tókst á við engilinn, þá sagði hann, ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Þó svo að við förum úr mjaðmaliði, ég get ekki ímyndað mér að það sé mjög þægilegt, eða finnum alveg hrikalega mikið til, mætti trú okkar vera svona, Jesús, ég sleppi þér ekki. Ég ætla að vera trú allt til dauða. Og hvers vegna ætti okkar afstaða að vera þannig? Vegna þess að hann sleppti okkur ekki. Það var svo oft sem Jesú hefði getað sleppt. Það var svo oft sem Jesú hefði getað hætt. Í Markúsarguðspjalli, 14. kafla og versi 1, þar stendur, æðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsamað Jesú með svikum og tekið hann af lífi. Þeir tóku saman ráð sín og þeir voru búnir að ákveða að sakfella Jesú áður en hann var yfirheyrður. Og þegar yfirvöld eru búin að ákveða hverjar málalyktirnar verða, áður en að yfirheyslum kemur, þá eru réttarhöldin bara sýndamennska. Hvaða málsbætur sem Jesú kynni að bera fram, þá skipti þær engu máli. Hvaða rök sem hann hefði, þá hefði þau ekki breytt neinu. Og ef við höldum áfram í Markúsarguðspjalli, 14. kafla og förum í vers 53, þá stendur, nú færðu þeir Jesú til æðstaprestsins, þar sem satt var búið að handtaka hann. Þar komu saman allir æðstu prestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fylgdi honum álengdar allt inn í garð æðstaprestsins. Þar sat hann hjá þjónunum
og vermdi sig við eldinn. Æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báru þó ljúgvitni gegn honum, en framburði þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúgvitni gegn Jesú og sögðu: Við heyrðum hann segja: Ég mun brjóta niður musteri þetta sem með höndum gert og reisa annað á 3 dögum sem ekki með höndum gert. En ekki bar þeim heldur saman þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú: Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði og svaraði engu. Stundum getur þögn talað hærra en mörg orð. Og ég fór að velta fyrir mér hvað þögn Jesú á þessum stað, á þessum tíma þýddi. Í orðskvöðunum segir: Svaraðu ekki heimskingjanum eftir fýlsku hans, svo þú verður honum ekki jafn. Jesú hélt sínu striki. Hann fór ekki niður á þeirra plan og hann sá ekki ástæðu til þess að reyna að svara þeim. Það betra að þegja en að missa stjórn á skapi sínu. Og þegar okkur mjög misboðið og þegar við erum reið, þá stundum auðveldara að segja ekki neitt heldur en að byrja að tala og ætla að stoppa á einhverjum tímapunkti. Það mjög auðvelt að missa eitthvað út úr sér sem maður sér eftir, sem maður ætlaði ekki að segja þegar maður reiður og þegar maður misboðið. Jesú hafði algjörlega augun á markinu. Jesú ætlaði að leysa þig frá þínum syndum og mig frá mínum syndum, hvað sem það kostaði. Hversu illa sem honum liði og hvaða sársauka sem hann þyrfti að þola, þá ákvað hann að missa ekki marks. Og í stað þess að fara að hrauna yfir þá þagði hann. Í 3. lagi, þá getur hann hafa þagað vegna þess að syndin á sér engar málsbætur. Jesús var að deyja fyrir syndir okkar. Og þegar við syndgum, þá dugar engin afsökun. Þá dugar engin réttlæting, eins og hann Helgi sagði svo vel daginn, það engin rétt leið til að gera það sem rangt. Og við fáum aldrei leyfi hjá Guði til að gera það sem rangt. Það hægt að fá fyrirgefningu, en það engin rétt leið að gera það sem rangt. Syndin á sér engar málsbætur. Við erum öll sek og stundum getum við brotið af okkur og farið að reyna að réttlæta það fyrir sjálfum okkur eða öðrum, en fyrir Guði þá það eingöngu blóð Jesú Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Ekkert annað. Og í 4. lagi, og það sem kannski alvarlegast við þessa þögn hans Jesú, þá vissi hann að dæmið ætti eftir að snúast við. Hann vissi að þann dag myndi bera, eða sá dagur myndi renna upp, að þeir sem voru ákæran yrðu ákærðir. Þeir ættu eftir að koma fram fyrir dómstól Guðs rétt eins og við. Og í 7. kafla Mattheusar Guðspjalls þar segir Jesú: Ekki mun hver sá sem við mig segir, Drottinn, Drottinn, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gerir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi: Drottinn, Drottinn, höfum við ekki í þínu nafni flutt orð Guðs, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta: aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörðamenn. Ég ekki í vafa að þessir menn töldu að þeir væru að gera Guðs vilja. Réttlæting þeirra gagnvart sjálfum sér og gagnvart öðrum var svo mikil
að það hvarflaði ekki að þeim að þeir gætu verið að syndga gegn Guði. Þegar Jesús var handtekinn, þá var hann aleinn, umkringdur óvinum sínum. Það var enginn til að taka upp hanskann fyrir hann. Það var enginn til að verja hann. Það var enginn til að hjálpa honum. Hann var í þeirri stöðu sem við áttum skilið. Hann var að taka á sig dóm fyrir okkar syndir. Og staðan sem hann var í, hún var þessi: þeir létu bindan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlit hans og slógu hann með hnefunum. Þeir fléttuðu þyrnikórónu og settu á höfuð honum. Þeir tóku reirsprotann og slógu hann í höfuðið. Pílatus lét húðstríkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hvað olli því að Jesús gafst ekki upp? Hann þoldi sársaukann af því að hann elskar þig. Hann þoldi sársaukann af því að hann elskar mig. Þó svo að við margoft brotið gegn honum. Þó svo að við höfum oft komið illa fram gagnvart náunga okkar. Þá elskar Jesús okkur. Það segir í Jóhannesarguðspjalli 3:16: Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Vertu trúr allt til dauða. Ekki þangað til þú verður 50, ekki þangað til þú verður 60 eða 70. Vertu trúr þangað til þú deyrð. Þangað til sá dagur rennur upp að Guð kallar þig úr þessum heimi. Guð að kalla fólk til fylgdar við sig sem tilbúið til að ganga með honum alla leið. Fólk sem tilbúið til þess að þola jafnvel þrengingar og þjáningar fyrir hann. Ég heyrði daginn sagt: það að fara ekki í kirkju af því að það svo ómögulegt fólk í kirkjunni, það eins og að fara ekki í ræktina af því að það sé feitt fólk í lélegu formi. Páll postuli skrifaði einu sinni bréf til Tímóteusar, þar sem hann var að hvetja Tímóteus til þess að láta engan líta smáum augum á æsku sína. Hann var að hvetja Tímóteus til að vera fyrirmynd trúaðra og svo sagði hann: vertu allur í þessu. Vertu heill. Hvernig hægt að ná árangri öðruvísi en að verja tíma sínum í það sem maður ætlar að ná árangri í? Ef þú vilt ná árangri í Guðs ríkinu, þá verður að ganga með Guði hvern einasta dag, alltaf, og hann mun svo sannarlega hjálpa þér til þess. Þegar Jesús var krossfestur og upprisinn, þá komu konur að gröfinni að morgni sunnudagsins. Þar á meðal var María Magdalena. Jesús hafði rekið 7 illa anda út af Maríu Magdalenu. Jesús hafði gefið Maríu Magdalenu nýtt upphaf, nýtt tækifæri, algjörlega óskrifað blað. Hann fyrirgaf allar syndir hennar, hann læknaði hana og hann hjálpaði henni. Þegar María Magdalena kom að gröfinni þennan fyrsta morgun, sunnudagsmorgun, eftir að Jesú var upprisinn, þá kom hún ekki til þess að biðja hann að gera eitthvað meira fyrir sig. Hún kom ekki til þess að fá eitthvað hjá honum. Hún kom bara af því að hún vildi vera þar sem hann var. Og mætti það vera þrá okkar á okkar trúargöngu að vera þar sem Jesús er. Og mætti Guð hjálpa okkur að vera trú allt til dauða og vera sönn og taka trú okkar alvarlega og vera ekki svo vissum að það sé í lagi hvernig við högum okkur að við förum út af strikinu.
að við förum út af brautinni. Mætti heilagur andi vera andinn sem við erum knúin af og ekkert annað. Við skulum biðja. Jesús, ég þakka þér fyrir að það er blóðið þitt sem hreinsar okkur af allri synd. Og ég biði að fyrirgefa okkur það sem við höfum gert rangt. Ég biði Drottinn minn að hjálpa okkur að fylgja þér heilsugar. Hjálpað okkur að leitast við að taka framförum á göngunni með þér. Hjálpað okkur að gera viljan þinn og hjálpað okkur að hlusta þegar þú talar. Hjálpað okkur, Jesús, að vera ekki svo full af sjálfsréttlætingu að við neitum að horfast í augu við syndin okkar. Ég bið Jesús fyrir þeim sem eru hér í dag og eru að berjast við að gera það sem er rétt. Ég biði að hjálpa þeim. Ég biði Jesús að hjálpa þeim að gera það sem rétt er. Og ég biði Drottinn að þú hjálpir okkur öllum að vera þér trú í Jesú nafni. Amen. Mér langar til þess að biðja lofgjörðarhópinn, hennan frábæra lofgjörðarhóp, að koma aftur hingað upp. Og mér langar til þess að biðja ykkur öllum að rísa á fætur. Ef hér er einhver inni í dag sem aldrei hefur gert Jesú að persónulegum frelsara sínum, þá hefur Jesús áætlun með líf þitt og það byrjar með því að þú biðjir hann að fyrirgefa þér syndir þínar. Við biðjum alltaf í lok samkomunar hérna inn í hliðarsalnum og það eru allir velkomnir að koma fram til fyrirbænar. Þú sem ert að berjast við að gera það sem rétt er. Þú sem veist að þú hefur kannski ekki verið trúr. Það er opið að fá fyrirbæn og ég hvet ykkur til þess að þiggja hana. Og fyrir ykkur sem eruð að horfa á samkomuna, þú sem þekkir ekki Jesú, talaðu við hann. Jesús vill koma inn í líf þitt og fyrirgefa þér syndir þínar. Hafirðu farið út af sporinu, þá hreinsar blóð Jesú Krists þig af allri synd. Og mér langar til þess að biðja fyrir þér eitt andartak. Jesús, ég bið fyrir öllum þeim sem eru að horfa á þessa samkomu og ég bið Jesús að þú fyrirgefir þeim syndir þeirra, hreinsir þau af öllu ranglæti og gefir þeim náð til að vera þér trú allt til dauða. Í Jesú nafni, amen. Næsta skref er að taka Nýja testamenti sér í hönd, lesa á hverjum degi, biðja og fara í kirkju. Það er samkoma hér næsta sunnudag klukkan 11, alltaf allir velkomnir. Og nú ætlum við að lofa Drottinn í lok samkomunar. Við skulum halda áfram að lofa Guð af öllu hjarta og þiggjum fyrirbænina. Amen. Friðar prins
þú ert mitt rétt.